Gulli, þú kærlega velkomin. Takk. Hvað segirðu gott? Ég bara góður. Það ekki? Jú. Já, þetta hérna áhugaverðir tímar. Djöfull er það gaman. Mér finnst þetta í alveg mjög skemmtilegt. Ég búinn að velta þess aðeins fyrir mig. Ég sá einmitt núna á leiðinni. Ég fór reyndar í fór að hlæja í bílnum sko. Og þá var sögðu já til að sjá lægra verð. Og ég var bara, þau eru ennþá hana. En sko, það sem ég vil gera í dag er að út af því að ég held að enginn sé að fara sannfærast X eða Y út frá því að við séum nákvæmlega. Þannig að það sem ég ætla að reyna að gera, og ég ætla að reyna að gera þetta bara út vikuna. Ég ætla bara að vera jásinni út vikuna og að reyna að svona færa bestu rökin fyrir þessu sem að ég til mig vita ágætis, eða svona talið mig þekkja þennan málstað núna ágætlega. En byrjum samt á því, út af því ég geti komist hjá því, að því að þetta er litið sniðugt sko, að já til að sjá hreyfingin einhvern veginn tók yfir þetta. Evrópuhreyfingin er algjörlega irrelevant og allavega svona því sem það sér í fjölmiðlum og annars staðar, að þá er þetta miklu meira bundið við einhvers konar svona hugmyndum bara svona já til að sjá. Fullt af fólki, og þetta er sniðugt út af því að það er fullt af fólki núna sem er bara að segja, heyrðu, ég vil bara fá að sjá samning, ég er mjög ólíklega að fara að segja já í seinni, en ég aftur á móti vil segja já núna, út af því ég vil hafa upplýsingarnar upp á borðinu. Og ég er svona, já, það er bara sjónarmið, bara ekki spurning. En núna er ég að sjá að þeir sem hafa verið að berjast fyrir þessu núna í mjög langan tíma, og bara berjast ötulega, og ég hef rætt við þetta fólk, og bara berjast mjög hart fyrir því að vilja bara ganga inn, segja bara sé betra að vera í Evrópusambandinu, að þeir eru líka já til að sjá. Ég eitthvað, þú ert ekkert já til að sjá. þú ert búin að vera berjast fyrir þessu. Og núna ertu allt í einu að vera, já, ég meina, ef ekki sjá bara hvað er í boði. Welcome to my world. Já, hvað af hverju er það? Þetta er þetta bara taktík og ég er alveg sammála. Ég sko, Guð er með sérkennilega kímnigáfu. Það er mjög mikið af vinum mínum eru United menn. Það getur verið mjög erfitt sko. Og mikið af gömlu vinum mínum, sérstaklega og samferðamönnum, eru ESB-sinnar. Ég er búin að ræða við þetta fólki í áratugi. Ég get ekkert sagt þessu fólki, heyrðu, vertu sammála mér. Og ég verð að bera virðingu fyrir því, en einhver segir bara, heyrðu, ég tel, og ég kann alveg ræðuna, að því ég er nú búin að vera í þessu, ég fór á fyrstu ráðstefna minni því ég var í menntaskóla, og ég útskrifaðist ekki í gær, sko. Að þú veist, ég veit alveg hver rökin eru fyrir því að gangin í Evrópusambandið. Og ég get ekkert sagt, heyrðu fyrirgjöð, þú átt bara að vera sammála mér í þessu, þetta er ekki að virka og þetta mun aldrei virka og reyndar hefur ekki leitt góða hluti af sér. Ég get ekki sagt það. Það er bara, ég vil bara segja, ok, við erum bara ósammála. En það sem ég get sagt hins vegar er einfaldlega þetta. Fyrirgjöð, við erum búin að ræða um þetta í áratugi, við erum að taka umræðum þetta í áratugi, þú ert búin að vera í forystu fyrir félagasamtökum eða allavega í þeim sem að best fyrir þig að Ísland gangi inn í Evrópusambandið. Þú ert í stjórnmálflokki sem hafði sko einsmálsflokkur að ganga inn í Evrópusambandið. Þú ert í, eða þá ég tala um Viðreisn, þú tala um Samfylkinguna sem ég svo lofaði því að fara ekki í þessa vegferð og forsætisráðherra hafði hárrétt fyrir sér fyrir síðustu kosningar þegar forsætisráðherra núverandi sagði, heyrðu, alltaf þegar vexti fara upp og verðbólga þá fara menn að tala um Evrópusambandið. Það bara Evrópusambandið er ekkert að leysa það sko og ég er ekki að blöffa, ég er að segja alveg satt. Við erum ekki að fara í þessu Evrópuvegferð, við ætlum að einbeita okkur efnaðismálunum og heilbrigðismálunum og hvað þetta varar sko. Ég get alveg sagt við þetta fólk, og að því að Samfylkingin er búin að hafa þetta stefnusgrunn að ganga inn, ekki skoða, ganga inn, að ekki koma og segja við mig að þú allt í einu vitir ekki neitt og bara sér bara rosa forvitin. Fólk sem var með mér í háskóla, þetta var ekki leyndarmál þegar ég var í háskólanum. Ef einhverju skrifa á prófi, bara spurt Evrópusambandið hvað áhrif hefði að Ísland gengi inn og hvað það þýðir að vera aðilega og svona. Já, bara skrifað, já, við erum bara í sterkri samningsstöðu og við munum bara setjast niður og semja við Evrópusambandið og ég er mjög spenntur í niðurstöðu. Við fengi 0. Ég meina, það er ekki búið að endurskrifa allar kennslubækur Evrópusambandið. Það er ekki búið að taka út alla þekkingu allra sem að tala Evrópusambandið og kostir og galla í heiminum. Og þetta er algjörlega sér íslenskt fyrirbæri og ég vísu að hitta svona ellendu blaðmönnum og þeir byrja, spyrja og ég fer svona að útskýra afstöðu mína og okkar og svo framvegis og svo komaði stundum með svona svolítið skömmustulegir en
það nú meira að vera að kjósa svona ekki aðildin heldur bara svona kanna hvað í gangi bara horfið og svo bara really og þá bara, þú veist, þetta svo kjánalegt þetta eins og útskýra fyrir útlendingum hefur rétt útskýra fyrir útlendingum bjórbannið Nei, ekki nýlega allavega Nei, það bara, þú veist Ég náttúrulega var svo ungur, ég var ekki til Já, en það bara, það skilur það auðvitað enginn þeir byrja alltaf að leiðrétta þig og segja nei út að minna sterka vínið og þú bara, nei, við bannum bjórin og bara ákveður Já, þannig bara því að fólk hélt að vera hættult þú meina sterka vínið Nei, þá bjórin og bara, hvernig má það vera og þá fyrir maður bara að spyrja hvort þið þekki einhverja stjórnmálamenn sem stóðu fyrir þessu skil Nei, þú veist, það bara ekki hægt að útskýra þetta og það ábyrgðar hluti af stjórnvöldum og ég meina forsætisráðherra hefur verið í ESB samtökum þar sem berast fyrir Ísland gangi í Evrópusambandið við þekkjum náttúrulega utanríkisráðherra og flokksmenn þessar tveggja flokka þeir hljóta að hafa þeir eru búin að hafa í stefnuskráni í mjög langan tíma að ganga í Evrópusambandið og reynda eftir flokk fólksins sem að kom 6 með þingmálum að við ættum að draga umsóknina tilbaka því að þeim fannst þetta ekki verið rétt gert ekki sem til þjóðarna, heldur bara að draga tilbaka það vita allir hvað felst í þessu og ef þú býðir fram til Alþingis og veist ekki hvað felst yfir Evrópusambandið þá tel ég að þú að fara að lesa heima því að þú getur ekki búið kjósendum upp á það og svo þetta með stofnanir eins og Ríkisútvarpið sem að með fréttaritara í Brussel Björn Málkvist Já, fínn maður ég meina, hann veit alveg hvað felst yfir í Evrópusambandinu og ég meina, og þeir eru einhvern veginn að spila með í þessu og reynda finnst mér alveg ótrúlega óheppilegt svo maður bara noti kurtislegt orðalag að Ríkisútvarpið hafi fengið 165 milljónir frá Evrópusambandinu til að gera þætti vatn það eru bara 450 milljónir í Evrópusambandinu 27 ríki bara auðvitað kannti enginn þannig að gera þættum vatn, þú auðvitað að fara út fyrir Evrópusambandi Íslands til að gera það þetta lítur ekki vel út Nei. og þetta ekki gott sömulegis út með háskólastofnanirnar hérna á Íslandi sem að eru okkar æðstu menntastofnanir og þegar að sérfræðingarnir tala þá sem eiginlega allir, ég held að þessi allir sem allavega sem eru svona á þeim sviðum eru ESB sinnar, það eru aðrir sem að tjási sem að eru svo sannarlega sérfræðingar en allavega ekki kannski í þeim deildum sem kannski eru svona helst að fjalla þetta að þeir segja aldrei stóru myndina ég meina, sko ákverju og utanríkisráðherra og opnum fundi og þetta bara til á upptöku því ég spurði hann ákveð hún ætlaði ekki að segja okkur frá grundvallaatriðunum eins og til dæmis að ESB rétturinn gildir á Íslandi ef við fyrir minn, eins og í öllum löndum þá sagðist hún ætlaði að semja það sko ESB rétturinn það ég held að enginn sem alltaf taka sér alvarlega vill halda öðru fram þýðir bara að ESB þar sem við kallum ESB lög sem auðvitað slangur yrði en það er unni verða lög að hún gildi allt það sem er öðruvísi í gamla lagarsafnu, við þurfum að breyta því og ef allir fólk verður mjög ósátt við eitthvað sem að við tökum upp og við tökum miklu meira upp þetta ekki, við erum ekki 75% inn í Evrópusambandinu og það er engin sýnt að fram með rökum menn bara allar segja bara nú oft sko við erum að tala um innan við 20% ef menn verður ósátti við það hvað þýðir það? Nú það þýðir það að við þurfum að breyta hjá okkur og æðsti dómstólinn í þessu málefnum er ekki íslenskur hann er í Evrópusambandinu ég meina, er ekki eðlilegt þegar fólk er að taka ákvörðun þetta að það fá að vita þetta En nú sagði Hjálmar Vilhjálmsson sem er einn í stjórn sjásamtakana það er eitt ríka, mér finnst hann algjör toppmaður en hann er alltaf verið að segja núna til dæmis Ása Berglind sem að þorði ekki að koma í þetta hlaðvarp alltaf með stórkostlega sérkennileg Facebook-myndbönd sem að segja útgerðin sé að standa bak við neyið og ég er alltaf svona það er einn í stjórn í bæði sjáhreyfingunni og líka forstjóri uppsjávarsviðs í Brim sem er stærsta útgerðin á Íslandi sem er að reka þetta ég næ ekki alveg lógikinni sko, þetta er náttúrulega bara svona slagorð sem er auðvitað að segja og líka reyndar ég var ræðvinni í ræktina ég sagði bara útgerðin, allir sem að hafa einhverja svona hagsmuni og hagsmuna aðilar eru verða að standa til hlés það hitti einn í ræktinu, hann sagði bara það er allir samt svona
svona elítu gaurarnir sem ég reyndar ekki sammála, elítan líka mjög mikið hinum megin, öll menningarelítan, allir leikarar og eitthvað, ég reyndar var því að það, þetta sama á Kamala Harris og Hillary Clinton gerðu, var að moka fullt af einhverju frægu fólki til þess að segja öðrum hvað þeir voru heimskir eða þeir myndu kjósa Trump og þá var ég bara, yes, bara meira Saga Garðars, meira Pálmi Gesson, bara moka öllu þessi liðinn og segja hvað liðinn mikla alvitar. Ég var mjög ánægður með það. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps HD. HD íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. En hins vegar þá það að, þú veist, svona peningaöfl og þannig og þú veist, og svo hendur fólk í mokkinn og allt að dót á mótið þessu. Og ég hugsaði, það ekki gott að til dæmis eins og ef að SFS fer að standa mikið gegn þessu. Út af því að það svo mikið af fólki sem bara einhvern veginn kýs hinum megin ef að svona hagsmunaaðilar fara að standa í fram í þessu. Jú, það alveg rétt, en það svolítið erfitt og mér hefur fundist, þetta náttúrulega ekki hlutlags í þessu, mér hefur fundist í áhreiningi verið miklu grimmari því að bara ef einhver kemur fram þá farið í mannin. Sko Dagblað Viðreisnar, DFF, en nú með þá ritstjórnarstefnu, aldrei að málefni, alltaf að fara í mannin. Og það sko, nú getur verið ósammála. Orðið á götunni. Já, orðið á, þú veit maður, það nú eitt. Og sko, og ef einhver kemur fram, og ég meina, nú getur þetta alla skoðanir og skoðunum Ólafs Ragnar Grímssonar, en ég ætla ekki að fara með það hvað búið að kalla hann. Síðastu utanríkisráðherra, sem að hafði nú ekki meiri manndóm í sinni það, að þegar að vera gagnrýna utanríkisráðandi, þá vera gagnrýna utanríkisráðherra. Og það verður að segja þess að utanríkisráðandi búin að vera á hræðilegum stað í þessu dæmi öllu saman. Og það graf alvarlegt að þeir fari rangt með og þeir nú ekki ennþá fara rétt með þegar kemur á kostnaðartölum svo dæmi sem tekið. Ef þeir ætla að fara í þetta, nú þá eins gott að þetta sé sko þarna almennilega gert. En þetta svo augljóst að það veri bara að nota ráðuneytið og það ráðherra sem gerir það í þessum tilgangi. Hvernig virkar þetta praktískt? Þú varst þarna tíma. Hvernig virkar þetta í praktík? Hvernig, þú veist, þú mætir inn í utanríkisráðuneytið, bara línan lögð og við erum að einbeita okkur að þessu? Nei, sko, þú náttúrulega ert ráðherra og ég segi alltaf við og ég gerti öllum í ráðundu, þá segir náttúrulega fyrsta lagi, þú veist, þarna ég vil heyra skoðanir ykkar, þú veist, ekki vera hræddur við að gagnrýna það sem ég finnst og það sem ég ætla, en endanum það ég sem ræð, en svo verði að sjá til þess að mér verði aldrei á svona stjórnskipulag og annað slíkt. Við verðum að vera alveg proper, það svona lykilatriði og ég bara hef ekki lent í vandræðum í þessum 3 ráðuneytum út af slíkum málum, en ég legg mikla áherslu á það. En ráðuneyti núna, eða ráðherra, þessi búin að gera hluti sem maður hefur ekki séð og til dæmis þessi hvernig þau beitt í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, ég meina við sjáum bara hvað efni þarna sem náttúrulega bara mjög pólitískt efni, að þetta ákvörðun þetta ráðherra sem gera það. Það sömulegis áhugavert að og þetta hefur ekki séð áður, ég meina við erum bara við erum frá því október og í minniliti fjárlaganefnd að fá að vita hvað þessi 43 milljarðar þetta fóru í 43 milljarða samkvæmt stjórnvöldum sem fyrir varnartengd verkefni. Hún bara ekki vita síðan í október, það bara, við höldum upp á eins á sammæli fyrirspunna, við erum fyrir hverju einasta fundi. Gunnar Bragi Sveinsson, hann segir, heyrðu, má ég ekki fá gögnin sem þarna? Það þetta magna. Bara nei. En síðan lögðu það á sig sem við svo getum gerðu það, en ég fór í þátt hjá Helga Seljan og þá brutur upplýsingalög til að koma vinnugagni, sem við svo bara mjög gott allir kynni sér, ég bara kynni það, en það komið svolítið óvart að sjá það ekki, sé það í 7-8 ár þegar það var þarna, og það fór nú ekki alveg með rétt, þetta var ekki skýrsla og allt það, en bara mjög gott, bara skoðið það, þarna, og þar bara skrifaðir út að þeir brjótu upplýsingalögin, það svo nauðsynlegt út af hagsmuni þjóðurinn að gera það, en þegar Gunnar Bragi Sveinsson sem að sleita svo sín tíma endalega sem var náttúrulega búin að setja þetta á ís, segirðu, mikilvægt að fá gögnin, má ég fá gögnin mín hérna?
Nei og þegar menn fara, 43 miljardar þetta er ekki 4,3 miljónir þetta er ekki 43, þetta er 43 miljardar sem við erum að setja í vartengt verkefni og þú veist, bara þetta kemur alveg til nokkra dag nei, við ætlum ekki að láta ykkur fá þetta er auðvitað verka ráðherrans og þegar hún ræðist á Óla Ragnar Grímsson og segir, heyrðu, og hún fer á bak við starfsmenn og segir, heyrðu, Óla Ragnar Grímsson ég er miklu ágjörð, hann er að ráðast á starfsmenn hann er ekkert að því, hann er að gagnrýna ráðherran en hún er að skýla sig á bak við starfsmennina og það er ekki stórmannlegt. Nei, hérna þá ætla ég að koma mér í stellingar ég er núna í ásenni Flott. Og sko ertu bara í þettinum samt Já, ég er náttúrulega búin að vera Nei, guðspannum við verðum að taka umræðina þannig gott að það komi fram líka út af því að ég var í raun hlindur því að ganga þann inn í kringu 2017 og ástæðan er svo og ég er til að taka gjaldmiðlaumræður bara tökum gjaldmiðlaumræðunar það er að færa mjög góð rök fyrir því að örmynt sé ekki vel til þess fallin að halda utan okkar hagsmuni og við erum búin að vera í þessu verðbólgu ástandi í áratugi og 1980 náðum eitthvað aðeins að rétt úr kútnum en 83 en svona alla jafna höfum við einhvern veginn verið í kapphlaupi við sjálf okkur og það sem að mér finnst samt skrítið í þessu er að til þess að taka upp annan gjaldmiðil að þá erum við betur sett með því að taka upp allt regluverk Evrópusambandsins og ég segi alltaf, býtum nú við regluverk Evrópusambandsins er nú bara orðið þannig og eins og segi, ég var hlindur í að ganga inn fyrir ekki svo lengu regluverkið er orðið þannig að það er að þeirra eigin sögn að fara að draga úr samkeppnishæfni þeirra til þess að létta ofan að þessu að þá eru þeir ekki verið stakk búnir til þess að eigin sögn AFD er stærsti sem er sérkennilegasta reyndar málið held ég að mínum mati sem er það að núna er AFD að vera stærsti flokkur í Þýskalandi og þeir segja einfaldlega að við viljum fara út úr Evrópusambandinu eða við viljum fara út úr evrunni og ef að til þess þarf þá fyrir við líka út úr Evrópusambandinu þá segir við, heyrðu nú vil ég fara inn allavega, það er svolítið skrítið að mínum mati en ég skil ekki alveg hvernig út af því að fólk er einhvern veginn að selja mér að við séum að fara inn í þetta samband sem að var eins og það var fyrir 10-15 árum og var bara með strömlínlega ferla, viðskipta svona þægilega viðskiptaumhverfi og fleira en Evrópusamband nútímans sérstaklega upp úr COVID hefur aftur að fara bara í þá leið að þeir telja að stjórnlyndi sé betur þess fallið að búa til hagvöxt. Þeir enda að segja líka að til þess að rétta af stöðuna þá þurfi meira stjórnlyndi. Það er bara hugmyndin. En sko, nú myndi samt einhver segja, heyrðu, já ok, ég er búin að heyra þessa ræðu frá þér Tóti og ég er búin að heyra þessa ræðu frá þér Gulli. Við erum búin að vera að reyna þetta núna í áratugi skiptir engu máli hvað við gerum skiptir engu máli hvað þið segið já við ætlum sko að hérna taka á efnahagsmálunum gerið það í 2-3 ár farið svo bara inn í með VFG keyrið hérna allt í þrótt og núna allt í hennu ætlið að segja sko já en ef við fáum eitt tækifæri enn þrátt fyrir það að hafa verið hérna í 40 og eitthvað ára senstu 40 eða sko 45 við stjórn eða hvað sem það nú er að þá segið, já nei, núna erum við sko alveg með þetta á hreinu, við veitum alveg hvað við erum að gera. Ég er búin að vera að horfa á þetta, ég er búin að horfa á fasteignalána mitt rjúka upp. Bjarni Ben sagði nú bara kringum 21 að bara verðtryggingin væri bara nánast orðin sjálfætt út af því að við varum komin í svo gott vaxtaumhverfi. Þeir eru búin að vera að selja mér hennar veruleika í gríð og erg. Af hverju ætti ég ekki í það minnsta að vilja skoða hvað það er sem að felst í því að vera í Evrópusambandinu? Bara sjálfsagt að skoða og ég bara hvet alla til að gera það. En eins og Pavel Bartosek bendir réttilega á Evrópusambandi lítur ekki þannig á að þú sækir aðild og setja að skoða. Hann skrifaði bara mjög skýrt sem er alveg hárétt. Nú það þýðir það að þú ert að sækja aðild og þetta er ekki bara einhverjir samningamenn í Brussel eins og hann skrifaði líka. All stjórnsýslan verður að koma undirbúningnum. All stjórnsýslan. Þú veist, ég held að sé bara holdt. Ég reyndi að vara þannig að ég lagði það til að við myndum draga aðildumsóknina tilbaka þegar ég var á þeirra og það var
gert af nokkrum ástæðum, fyrst alveg bara því að fólk var að ræða þetta, þó svo þessi voru búin að segja það að við værum ekkert aðildar og löngu hættir að borga IPA-styrkina til okkar. Þeir eru ennþá að borga fyrir Tyrkina, þeir búið að borga 20 milljarða á hverju ári eftir að lækkuðu það, sko. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá er gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar, að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga. Og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. En bara ég vildi fá þessa umræðu því hún er nauðsynlega að taka hana og en það var nú bent á að það var náttúrulega hætt við að við varum að kljúfa þjóðina sem við erum að gera og það var alveg rök og líka það kæmi aldrei en ríkisstjórn sem dett í huga aldrei eins og eða þá í gildi því hún var náttúrulega, það er engin frá Evrópusambandinu sem skellti fram með mig eða hvorki þann sem eftirkom eða undan að við værum með gilda aðildar og svo. Ræðum gjaldeyrismál, það kemur ekkert slæmt út úr því. Það eina sem er mikilvægt er að staðreyndir séu upp á borðinu og ef við sjálfstæðismenni og bera ábyrgð á því hvað hefur gerst á Íslandi frá því að flokkunum var stofnaður, við tökum það strax. Það eru bara ekkert mál. Því að þú verður að líta á stóru myndina þegar við erum því sjálfstæð þjóð að það voru fullt aðalum sem sögðu, þið getið þetta ekki, þið eru allt of fátæk, þið eru allt of fá. Það voru engir innviðir hérna, það voru ekki vegir hérna. Og það var ekki einu sinni þannig að forystumenn lýðveldisins, þeir sem börðust fyrir þessu, að þeir var að segja, það var bara gull og græn þegar það verðum sjálfstæð. Sögðu ekki. Ólafur Thors sagði 1954 og 10 ára afmæli lýðveldisins að þá sagði hann, Íslendingar þurfa að vinna meira en aðrir. Og unga fólki verður að skilja það. En á launum fáum við heita Íslendingar. Og síðan bara gerist það þannig þegar við tókum málun í okkar eigin hendur þá gekk þetta alveg gríðarlega vel. Þetta er bara algjör velmögunar saga. Eru fullt af verkefni eftir? Já. Verða alltaf verkefni? Já. En ef þú berð okkur saman við önnur ríki, ef að þú ætti núna að fara bara að velja ríki til að stýra, að það eru fá ríki, sérstaklega í Evrópu, sem þú múti freka velja. Það eru bara fá. Ég fullir það. Og reyndar er þannig að því að það er nú ekki það er svo langt í frá að síðasta ríkisstjórn hafi skilið þessu einhverju rúst. Þvert á móti að þá sem betur fyrir þrátt fyrir COVID, eins og það var ekki nóg, þá komu Reykjaneseldar og vá náttúrulega rétt þar á undan, að þá var í öllum samanbyrði kom ríkissjóð vel út og reyndar að þannig að Hagstofan kom nú bara til okkar fyrir 1,5 ár síðan að þegar svo ríkisstjórn skildi við að þá stóðu húsnæðiseigendur best á Norðurlöndunum og Íslandi. Og þannig að þú að taka þetta allt saman inn í, en ég að segja það að það ekki að lækka vexti og verðbólgu? Nei, ég ekki að segja það. En við vitum alveg, og eins og Kristrún fór svo nákvæmlega yfir þetta fyrir kosningar þegar hún var að lofa því og segja hún ætlaði ekki að plata, að hún ætlaði ekki að fara í Evrópuvegferðina, við þurfum að gera þetta sjálf. Og þá þurfum við að fyrsta lagi opinber fjármál er lykilatriði. Þarna eru þessi ríkisstjórn að standa sig í því? Nei, hún byrjaði að brjóta lög opinber fjármál. Ef þú skoðar athugasemdir fjármálaráðs, af því þeir tóku nokkuð við hallalösu ári 2025, af því að ákoma miklu betur heldur en ætluð. Þau komu fjárlög þar sem stóraukin ríkisútgjöld, stóraukin skattar, allir aðilar komu og sögðu sem þekktu til og sögðu, þið eru að ítundi verðbólguna. Þeir hlustu ekki á neitt. Núna er forsætisráðherra nokkrum dögum fyrir þjóðargreiðsluna og segja, já, bensinskatturinn, ég ætla að skoða það. Já, kannski gengum við aðeins svo langt í þessum gjöldum. Það var allir sem að bentu á það og þegar þið fengu álitsgerð fjármálaráðs sem eru fagaðilar, lögbundi fagaðilar, 2 doktorar í hagfræði, 1 master sem skrifa gríðarlega alvarlega álitsgerð, þá gera þér ekkert með hana, ekki neitt. Og hvaða skýrsla er þetta? Þetta er bara álitsgerð fjármálaráðs heitir það. Já, sem kom út hana hvað fyrir í vor. Já. Og þeir reiknu ekki eins og upp að því að fjármálaráð bent á margt að þetta væri komið, að þeir var ít undir ósjálfbærni, þetta var allt og bjarsýnt og væri ekki hjálpað neitt til baráttu við verðbólguna, að þá náttúrulega komið ljós strax að þetta var mjög bjarsýnt og horfurna versnu og þeir uppreiknuðu hann ekki einu sinni og þeir tóku ekkert tillit til tillagna álitsgerðar. Heldur kom bara aftur með sama kosningalófarið
sem að forsætisráðherra fyrir kosningu sagði, heyrðu, þetta á ekki við. Það bara, ég veit að við fyrum alltaf að tala Evrópusambandi þegar að vextir fara upp og verðbólga, en það er ekki rétt. Og nú komum við að lofa aftur að lækka vext og verðbólgu ef við segjum já á laugardaginn. Og það sem gerast þetta að umræðan mun alltaf bara snúast þessi mál. Sko, ef þú ert að vinna í ráðuneyti, þú getur ekki bæði verið að sinna umsókninni, því þetta er ekki bara, eins og Pavli nefndi, þetta er ekki bara samninganefndin í Brussel, þetta er öll stjórnsýslan. Þú ert ekki bærið að sinna því, öllu því endalsa víðfema dæmi, og ég er ekki alveg sammála analýsuninni með það að þetta verið allt í lagi fyrir 10-15 árum. Þetta verið tekist á þetta endalaust. Tala með ESB þá? Já, að því að besta við ESB á nokkuð svega innri markaðun sem við erum með aðgangað. En auðvitað er þannig að það er samt sko bara brotaði sem eru með og allstar eru þeir, þessir embættismenn, að búa til reglugerðir. Já, og ég skjóten inn. Ég er búin að lesa þessa bók sem heitir Politics of the European Union og þetta er kennslubók sem að ég var að nota á sínu tíma og þar er einmitt sko farið yfir... Hvernig getur verið kennslubóku með Evrópusambandið þegar bara þetta er allt opið og við ætlum bara Ég er að segja það, hún kemur út, ég er ekki að djóka, hún kemur út sko 2015 þannig að mér varst hún frekar góður barómeter sko, hún kemur fyrst út 2001, svo 2006, 2011 og þetta er frá árinu 2015 og ég hugsaði, vá, þetta er frábært rit fyrir mig út af því að þannig var ég hlindur í að ganga inn í Evrópusambandi og það rætt í upphafskablunum í rauninu svolítið þessi sko átök, þessar kenningar sem hafa svolítið verið að berjast fyrir þessu og þar er einmitt talað Jean Monnet sem var svolítið svona hugmyndafræðingur þess kerfis sem er í dag og þannig er talað einmitt sko functional federalism og intergovernmentalism og það sem ég áttaði mig ekki á sinni tíma var að þegar að ég vil ganga þannig inn að þá voru í rauninni nokkuð svona blóðu átök og þeir tala þetta í þessari bók að það eru nokkuð blóðum átök á milli sko neo-functionalisma sem er hugmyndin svona þessar rómarsáttmála pælingar það að við ætlum að hafa strömlínulega viðskiptaferla, við ætlum að reyna að bæta umhverfi fyrirtækjana til þess að þeir geti tekið betri ákvarðanir og að í rauninni þurfi skrifræði að vera meiri í stýringu, vera meira svona að hliðra til þess að bæta umhverfi en ekki vera í svona beinum ákvarðanatökum. Það er að segja skipuritið sé þá frekar að Evrópusambandi sé svo stoðdeild fyrir í rauninni viðskiptahagsmuni mismunandi ríkja og ríkin sé þá taka meira ákvarðanir. En það sem hefur orðið ofan á og er endar fjallaðum í bókinni að hafa orðið svolítið mikið ofan á er þessi intergovernmentalism. Það er að segja að það sé þá meira boðvald Evrópusambandsins til aðildarríkjana sem að þurfi svo að taka viðskiptahagsmuni inn í myndina. Og þetta finnst mér svolítið vera svona það sem að einkennir umræðina hér á landi þar sem að fólk er að hugsa ég ætla að segja já til að sjá hvort að þetta sé ekki eins og þetta var eða nei út af því að ég tel að þetta sé og þetta er einmitt það sem hefur truflað mig svo mikið í þessar umræðu út af því að mér finnst bara að vera fullt af kláru fólki sem ég þekki sem að er bara að fara að segja já og ég er bara svona með við þær forsendur sem við erum búin að reifa hérna að þá bara finnst mér rosalega erfitt að skilja það ef ég var hreinskilinn. Já, það er alltaf líka eitt að ég meina þú ert búin að lesa þessa bók sem mjög fáir hafa gert. Ég er náttúrulega búin að vera í mjög miklum samskiptum þarna og vera í löngu öðru var ráðherra, þá var ég bæði sem þingmaður en líka bara sem ungu stjórnmálamaður var ég mjög aktífur í þessu og var í stjórn Evrópusamtaka og við vorum að kljúfa okkur út og gera og græja og sko... Þannig að þú varst Evrópusinni? Nei, ég var það aldrei. Þannig að ég mætti með opnum huga. Já, ok. En það sem að mér brá, sko, að því að maður tala systurflokka okkar, að sko meginlandinu er þetta allt öðru sín. Það voru náttúrulega kristilegi demokrata sem mjög mikið af þeim sko hrundu og hurfu út af hneykslismálum. En bara, sko, þetta er öðru sín hugsangu og við einhvern veginn, við lesum ekki þýsku, við lesum ekki frönsku, við lesum ekki þessi við fylgjumst bara með enskumennandi London þegar kemur stjórnmál og þannig að við þekkjum þó svo sannarlega eins og sérstaklega í Bandaríkjunum að það eru öðruvísi heldur en hérna á okkur en svo ertu bara með þetta allt öðruvísi á meginlandinu, þetta er ekki sko, þeir eru sko í grunninn, þeir eru miklu meira svona authoritarian heldur en við jafnvel þó þessi og hægri menn
þeim finnst bara sjálfsagt að ríkisvaldið stýri og stjórni. Hlaðvarp í samstarfi við bæjarins bestu pilsur. Þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í bæjarins bestu pilsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarp í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Og það líka náttúrulega mikið af þessum flokkum koma út úr svona konungsvalda struktúrnum. Algjörlega, ég meina það sko einu löndin í Evrópu þar sem var ekki, fasismi var ekki sterkur á millistríðsárunum voru þarna, eða söfgastefnur, að það voru Norðurlöndin og Bretlandseyjar. Og ég held að svo kenning sé rétt að vegna þess að við erum búin að vera þessi, í 100 ára, að þá höfum við alltaf verið með þessi þing. Ég meina það stórmerkilegt að við stofnum Alþingi Íslendinga eða sem var náttúrulega ekki eins og það núna en að bara stofna eitt þing fyrir landið árið 930 að það bara, það eitthvað sem menn horfa til. Auðvitað voru til þing á Norðurlöndunum og víða og líka svo sem á meginlandinu en þetta var samt miklu meira áberandi að þú varst með sterka einvalda á meginlandinu heldur en á Bretlandseyjum og á Norðurlöndunum og Magna Carta þegar menn voru bara svona takmarka valda auðvitað ekkert í sambandi í dag en þessi skref sem voru stigin að það bara svona ákveðin kúltúr í þessu og þeir trúaði líka, þeir náttúrulega í grunninn náttúrulega líka skíthræddir við lýðræði út af hvað gerðist í upphafi síðustu aldar að það voru náttúrulega þessi öfgaöfl bæði í Þýskalandi og Ítalíu voru kosin, ég meina á Spáni voru þau var það borgarastyrjöld, þau voru kosin á einhverjum tímapunkti höfðu mikið lýðræðislegt fylgi og þannig að það líka þessi tendens að þú þurfa einhver embættismenn til að stýra þessu öllu saman og þeir skilja ekki, þú getur ekki nálgast með þessa hugmyndafræði svona efnaðsfrjálslindis hugmyndafræði, þeir bara skilja ekki til dæmis eins og, það er ekki þeirra og bara dæmi Adam Smith skrifaði bókina Auðlegð þjóða, Wealth of Nation fyrir 200 árum síðan í ár þannig að viðskiptastefna Evrópusambandsins ekki þarna, þeir eru merkantilistar, þeir eru inni bara, þú getur sagt að Trump að tekið upp stefna þeirra og við höfum náttúrulega ekkert þetta að segja og það verður aldrei litið til okkar hagsmuna eðlilega, við erum 400.000 af því og missa viðskiptar hefur bara gríðarlega stórt mál fyrir okkur en það er bara, það sem kom mér óvart með að við bara það sem að því að þú tala við Norðurlanda, fólki í stjórnmálum Norðurlandunum í öllum flokkum, það var bara mjög auðvelt margt samhælt með þér, sömulegis á Bretlandseyjum, sérstaklega á Bretlandi, Írlandi náttúrulega allavega með flokkakerfi sem svolítið sérstakt, en láta hann líka með hluta. En svo ertu bara með öðruvísi bakgrunn og þarna menningu hjá hinnum og allt þetta vinur okkar, skiptir máli þetta gangi vel hjá það, mjög vel, en það fyrir okkur að setja eitthvað sem við erum búin að berjast fyrir og reynst okkur vel á örlaga stundu yfir til Brussel, það gríðarlega áhætta og geti nefnt söguleg dæmi og ég nefn alltaf 2, ég get nefnt miklu fleiri og þetta nú eins og Henry Kissinger og hann þarna, ég var þá ungu maður og var þarna á ferð með ungu fólki í NATO-ríkjónum og hann skrifaði mjög merkilega bækur og hann skrifaði til þessu dæmi það og hann náttúrulega dæsti svolítið þegar ég nefndi að ég væri frá Íslandi því ég var að spyrja spurninga og þá bara minningarna hróðust upp því að hann skrifaði það svona dæmi þegar smáþjóð kúa stórþjóð og það var í landhelgisstríðinu hvernig þegar við tókum Bretann niður. Hefðu við geta gert þetta í sameiginlegri sjávarstefnu? Nei, auðvitað ekki. En þetta auðvitað búið, já. En hvenær kemur næsta mál? Þar sem við þurfum að takast á við vinaþjóð. Þá er eins gott að við séum með völdin í okkar höndum. Sama, og ég upplifði það náttúrulega bara sjálfur. Ég var ríkisstjórn Geirs Haarde þegar við settum neyðarlögin. Hefðu við getað gert það í Evrópusambandinu? Nei. Jafnvel þó þess ekki skrifa út. Þeir eru aldrei látið komast upp með það. Og við mátt svo mikið undir þeim. Því að við erum búin að taka svo mikið sem við eigum núna og setja það í sameigna. Og bara fólki sem, og við erum ekki í penthásinu, við erum í kjallarinu, við erum með lítið eða ekkert atkvæðavægi. Þarna, fólki í penthásinu sem að borgar langmest í sameigna, það fer sínu fram. Og þetta eru, þannig að áhættan og líka leið og við förum í þetta aðildarferli, ef við segjum já. Vitnaði bara Össur Skarphéðinsson,
sem skrifaði það hvernig þeir voru að taka okkur út af makrílnum á sínum tíma og hann skrifaði franski fasistinn sem pabbi Marine Le Pen að því hún nefndir AFD en hún með langmesta fylgi í þessu staðinu núna ef verið gengið til kostinga núna forsetan og svo talaði hann hagsmunatengdan miðjumann á Írlandi þar sem hagsmunatengdan sjávarútveginn þar sem voru í forustum að beita sig gegn Íslandi af því Ísland var að biðja einhverja sérlausnir eitthvað og það bara já viljið þetta já ok, þessi makrílleikar þið ekki verið að gera þetta, ég ætla að fá eitthvað frá okkur Já, það er eins og segi, það er alveg margt sem að jásenunir bara koma með ágætt fram og það er bara gott að blessa en með að við ætlum að fá undanþágu frá sjávarútvegsstefnunni eins og við viljum sjá hana ekki eins og, þú veist, ég veit alveg að það getur komið eitthvað upp á rattinum að við fáum einhverjar ákveðnar undanþágur ákveðnum hlutum en að segja bara að við verðum utan hennar þegar á hollenska þingið er bara búið að álykta þetta og það er bara 96% sem segja nei þú veist ég hef gaman á ævintýrum sko en mér finnst þetta að vera svona full mikið svona sérstakur söguþráður sem er verið að reyna að selja mér en á hverju ræðum við að því að þú talum undan það nú erum við 100% undan þá og það er örugglega hægt að fá eitthvað sérlausnir og menn mun örugglega reyna að gera eitthvað því við erum borgandi að fá okkur inn en á hverju ræðum við ekki, ég meina ESB-sinnanir þar að segja útlendingarnir segja eru þau 95% óumsemjanlegt á hverju ræðum það ekki? Já, það er út af því nú er ég aftur núna í ásennin það er út af því, Guðlaugur Þór að við erum búin að vera að taka upp allar þessar reglugerðir við fáum enga aðkomu á fyrri stigum við bara erum láta mata okkur eins og eitthvað unga barn og við höfum ekkert verið að taka þátt í neinu svona alþjóða samstarfi varðar það sem hefur að gera með þau lög sem við hvað sem að fara að taka upp þú mætir í viðtal á bylgjunni og ETS til umræðu og þú manst ekki einu sinni að þetta hafi verið fyrir hendi og við erum að láta mata okkur af þessu, þetta er bara allt flott og blessað út af því að við erum bara svo rosalega sjálfstæð og við erum bara eitthvað Moldókova búar sem eigum að fara að drullast í þess að fara að vera í raunverulegu samráði það hvaða lög við erum að fara að setja ef við erum ekki að fara að koma að þessa fyrir stigum og ef við erum ekki með atkvæðavægi þá erum við bara að fara að lenda í fleiri utanríkisráðherrum sem er að fara að láta segja bara já, amen og muna svo ekki eins og þeir hafi samþykkt þetta Já, ok, þarna, fyrir fyrst aðeins í það þegar ég er mjög nótt í Kanada vaknaði nú til þess að taka viðtal grein sem að vinni með Viljón Bjarnason skrifaði en þarna, og vísu var nú verið að vísa í það að ég var ekki utanríkisráðherra á þessum tíma það er að segja þegar var samið ETS-ið því það var að hendi utanríkisráðherra en jú, það er alveg rétt að ég sé innleiti sem að þá ertu búin að ganga frá málinu sko. En jú, ég hef alveg en ég skal viðurkenna það að þegar ég mér er sagt að ég ræði einhver mál að þá já, það er betra að vera að vita því hvað að tala en ég skal sannarlega ræða þessi mál og öll önnur var þetta ég hef verið utanríkisráðherra sem að tekið allt, nei innistæðutryggingarnar, það er ekkert í samningnum af hverju? Af því ég sagði nei við unnum málið út af innistæðunum fyrir EFTA-dómstólnum og þá komum við nýja reglugerð til þess að alveg að klára það að við þyrftum að vera með ríkisábyrgð á því og ég sagði bara aldrei ég mun aldrei samningt inn í samningin og Björn Bjarnason skrifaði nú skýrslu fyrir, og unnur og þarna Nei, hún var nú ekki því, það voru þarna, já, 3 sem gerðu skýrslu ES og það kemur bara fullt að undan þá sem við hefum náð og það er gert ráð fyrir því í ES-samningu 99. grein og 100. grein að við hefum aðgang og hópum til þess að taka þátt í samráðinu á fyrstu stigum. Ef við færum í ESB þá ættum við að halda áfram með því en þá voru hópaðin ekki 600, við tökum náttúrulega bara það sem að okkur snýr, það voru 2500. Þannig að við þurftum miklu meira fólk til að vera þar. En við getum nefnt orkumálin, við getum nefnt kjötmjölið, það er allt milli himins og jarðar þegar við hefum beitt okkur, en svo var það sínst, sko, þarna erum við að beita okkur ekki, sko. Ég endurvakti hagsmunagæslu í Brussel. Það var búið að taka það niður. Þeir tóku það niður, sóttum aðild að Evrópusambandinu. Og ég hef áhyggjur af því, vegna þess að mér finnst að menn sé einhvern veginn að ríkisstjórnin reyna að sýna fram á hvað að það er alltaf að vera að tala niður í EES-samningin. Og ég vek athygli á því að við eigum gögnin alla fundi utanríkisráðherra með kollegur sínum í Evrópusambandinu og hún fundi á þessum sama tíma og þeir voru að gera sem gerði í fyrsta skipti og aldrei gert áður, að brjóta EES-samningin okkur
gríðarlegir hagsmunir. Ekki einum fundi þetta mál tekið upp, ekki einum. Það kemur fram að ráðuneytisstjóri tók þetta upp í einum fundi. Það er líka ein sögulína og þá ertu náttúrulega ekki að gæta hagsmuni Íslands. Nei, maður líka skjótin inn í. Fiskur er lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítuðum bíl og þess vegna er mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt, lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Að sú sögulína finnst mér ekki að hafa verið nægilega mikið rædd. Við fáum ríkisstjórn sem að tekur við í lok 2024. Í kjölfarið er farið í það að segja við ætlum að sækja aðild að Evrópusambandinu. ESB ákveður að brjóta EES-samninginn. Nákvæmlega. Og ég hugsa með mér, já ok, þetta er alltaf áhugavert. Út af því að núna er allt í unni að Evrópusambandi búið að sjá, það er komið ríkisstjórn á Íslandi sem er hlynnt við að ganga inn. Við fáum Noreg örugglega í kaupæti ef Ísland kemur inn. Og hvað gerum við? Men ef ég var Evrópusambandið hefði ég gert það sama. Þá hefði ég farið að brjóta EES-samninginn. Annað í þessu líka sem hefur að gera með EES-samninginn er að allt í einu núna og það var viðtal við annan, með minnir að það hafi verið þingmaður inn í í Noregi sem er hlynnt við því að ganga inn. Sá aðili, minnir það hafi verið kona, sagði einfaldlega, ég meina, hér er það ekki til umræða að EES-samningurinn sé einhverju uppnámi, sko. Jú, við erum alltaf að tala um það hvort það sé betra að ganga inn eða ekki, hvenær við gætum þá gert það, blati bla. En það er ekki til umræðu um það að EES-samningurinn sé einhverju uppnámi. Hérna er hins vegar EES-samningurinn í uppnámi. Gauti B. Eggertsson segir að við höfum að drullast inn í Evrópusambandið út af því að Bandaríkjamenn hata okkur. Sagði það núna síðast í Silfrinu í gær. Og að við getum ekkert gert ráð fyrir því að EES-samningurinn út af hann er allt í einu rosalega brothættur. Ef að EES-samningurinn er í því uppnámi sem að þessi ríkisstjórn og fleiri sem eru hlynti því að ganga inn, talar endur að já til að sjá sem er alveg sérkennileg hugmynd þeirra. Ef að EES-samningurinn er uppnámi, þá skrifast það þessa ríkisstjórn. Ef að EES-samningurinn verður fyrir bí innan einhver ára núna, þá skrifast það á þessar stjórnmálamenn sem eru núna. Klart. Því að hann hefði aldrei verið í uppnámi ef að við hefðum ekki farið í þessa vegferð. Nei, og náttúrulega líka er þannig að hún náttúrulega var í kjöraðstæðu til að segja bara Evrópusambandið, ef þið ætla að gera þetta, þá förum við ekki þessa vegferð sem ég er að fara með. Því þeir vilja fá okkur inn. Þetta er fyrst í 30 ár sem einhver borgar og þeir vilja líka komast í sjávarútveginn okkar og allt það sem við erum með hérna. Það er bara gott fyrir þá. En Gauti B. Eggertsson er náttúrulega snillingur. Ég held að hápunkturinn hafi samt verið þegar hann sagði þarna við áttum að vera í ESB því að bjórinn var svo dýr hérna. Einhver hefur nú bara hringt í bróður og sagði, heyrðu, viltu ekki aðeins slaka og hækka áfengisgjöldin til að lækka bjórinn? Þú veist, þetta er náttúrulega orðin einhver tóm þvæla, en alvarleiki máls er þessi að ríkisstjórnin er alltaf að tala niður þarna í samninginu og maður finnst sko að því að þegar þeir langa svo rosalega mikið eins og það langa svo í Evrópusambandið að þá bara til ég að fórna öllu og það er versta fólkið ef að væri eitthvað að semja sem á mér alveg nákvæmlega sama hvað undan þá að menn tala, ég mun aldrei samþykja að við sem að fara með þessi völd til Evrópusambandið, það bara meikar engan sens en það er, ef við myndum vilja gera þá er síðasta fólkið sem gerir það fólkið sem langar svo mikið í þetta ef að ég vildi kaupa þér, við varum að ræða að ég myndi kaupa þér bílinn þú veist, ég veit ekki hvort á bíla hvernig eða hvað það er segjum hann væri svo markaðsvið væri 7 milljónir mér langar alveg rosalega mikið í hann ég myndi örugglega borga 9 milljónir fyrir hann og þetta fólk virðist vera bara tilbúið fórna öllu til þess að fara inn og ákveðum menn að tala ákveðum menn tala menn ekki Evrópusambandið það er að segja býtur lítur þetta eitthvað rosalega vel út í Evrópusambandið er engar hættur á því að það mólni niður Ekki verið verra í mörg ára þeirra einsögn Já, þeir náttúrulega líka samt þeir segja það er að því að það er náttúrulega aldrei neitt útlendingur sagt mig komið í Evrópusambandið að því að það er gott fyrir ykkur
þeir hafa bara satt við að koma í Evrópusambandið vegna þess að þið verið líka að bera byrðarnar og þið verið að taka þátt í þessu og svo fram í sko. En svo voru þið farin að segja að það var nú alltaf dásta Evrópusambandið að við lifum alltaf af krísunar því það alltaf krísur og til dæmis að því að menn tala evruna ræðu gjaldmiðlamálin bara förum yfir það hvað best fyrir okkur að gera því en ræðu þá líka sko hvernig stendur þetta með evruna því evran var ekki gert til út af efnahagslegum ástæðum heldur pólitískum ástæðum og þeir tóku ríki og það alveg ljóst að þeir vissu það að þau uppfyllt ekki kröfuna til þess að koma inn og þegar að síðasta evrukrísa var eða það síðasta ég held að vera síðasta, ég held að þá vorum við að sækjum aðild og þá var lítið talað evruna vegna þess að hún var í svo miklu vanda að þá gerði man ákveðna ráðstafanir til þess að koma í vekk fyrir næstu evrukrísu en þeir ekki búin að því og þeir mun aldrei ná því því út með sameiginlega gjaldmiðil eins og dollarn í Bandaríkjunum þá náttúrulega lang æskilegast jafnvel frumforsenda allavega þarna mjög mikilvægt að það sé fljótandi vinnuafl það ekki þannig að Íslendingur myndi bara stökkva til Búlgaríu þú veist, í lest ef að atvinnustigið verður slæmt hérna við værum inni þetta ekki þannig en í Bandaríkjunum þveitistu alveg fylgjan á milli sem náttúrulega engar smá vegalandir eftir störfum og það tala með líka sama tungumál sem náttúrulega alls ekki raunin þar þannig að en sko Evrópusambandið ekki góðum stað það engin að taka upp módel ESB og mér finnst nú best að saga þegar menn segja sko ef að Wright Brothers væru núna að fara í fyrsta flugið og væri í Evrópusambandinu, þá fengjur ekki að prófa að finna að væri búið að gera reglugerð fyrir Boeing 747 sko. Þú veist, Nei, ég held að það lýsingin á Evrópusambandinu. Já, það fyrir ekki vel árið komist sko. Já, það mjög margt í þessu, en ég ætla að láta reyna þess á þessar hugmyndir okkar einu sinni uppbútt, út af því að það eitt í þessu sem það bara að það sé kannski vond hugmynd að ganga inn og bara flott, kannski vond hugmynd. Hins vegar ég búinn að vera að horfa á sömu aðilina og í Sjálfstæðisflokknum og fleiri sem að koma hérna og væla hástöðum almannatryggingafrumvarpið mun setja allt og keyra allt koll sem ég held að taka í tíma en ok, setjum það veiðigjaldafrumvarpið þið sögðu bara allt myndi fara í klessu þið eruð alltaf að einhvern veginn í algjöru byggsi í því að segja eitt mál muni bara fara og keyra allt koll við erum bara að semja það að athuga hvað í boði það fullt af fólki sem að segir það eiginlega ekki séns að ég segi já í senni en aftur á móti að þá ég ekki fara að láta hagsmunaöflin neita mér upplýsingar það hvað þetta snýst þannig að auðvitað segi já í þessari fyrstu atkvæðagreiðslu ég vil bara sjá samningin ég vil sjá hvað í boði og svo ef svo ólíklega vill til að þá ég til í athuga hvort ég vilji ganga þann inn en það aftur á móti mjög ólíklegt en ég ekki að fara að láta hagsmunaöfl Íslands sem eru búin að vera gólandi yfir hverjum einasta alþjóðasamningi alltaf að segja nei þetta mun alltaf keyra allt gott Ólafur Ragnar Grímsson var með þess að móti EES menna þetta bara þú veist úlfur sem ég ætla bara að kalla blöffið og segja heyrðu við bara kíkja á þetta Já, Þorsteinn Pálsson var nú móti ESB mjög einarður og færði rétt rök fyrir því fyrir maður yfir þetta þarna sjávarútvegsmálin þar að segja veiðileyfagjöldin við gagnrýndum það tveim ástæðum fyrstulega var þetta einstaklega lítið unni og það enginn sem skilur þetta það eins og komið niðurstaða í þetta núna þú manst að þetta átt að skila 9,5 milljónum ekki ári og þú ætlar bara að gera alla vegi á Íslandi veistu hvað þetta skilaði miklu? Nei þetta verið 700 milljónir Já en við höfum líka ágjör af litlu og meðastór í þarna útgerðunum vegna þess að stór útgerðnar, þær koma fínt út úr þessu og það sem gerist að þær ef að fer hins vegar ef þú skadar ekstra hverju lítil og meðastóra fyrirtæki þessari grein þá verður keyptu bara stóru og það enda byrjað Já, ég var með Hilmavegar í gær og hann var með þetta í rauninni nákvæmlega sama í sambandi við þá sem eru í svona stórum rekstri eru varðar gerðugreindamál og fleira að það alltaf sko rosalega mikið verið að beina einhverjum ákveðnum aðgerðum að stórfyrirtækjunum að passa upp á þau sér haga sér eins og þau haga sér en í rauninni þegar þetta er á botni hvolft þá hefur þetta engin áhrif á þau heldur hefur þetta bara þau áhrif að einhverju lögmenn þurfa að vera standi í einhverju byggsi en aftur á móti eru litlir brotar sem að ná aldrei að verða úr neinu og flytja með til Bandaríkjanna Vinur minn var í áratugi í Evrópuþinginu
og hann sagði það komið svo óvart að því að hann var náttúrulega að reyna að koma í vekk fyrir reglugerðarfarkan og svona það komið svo óvart, sagði hann stórfyrirtækin voru fylgjandi reglugerðarfarkan á hverju? Það munar ekki fyrir risafyrirtæki að vera með eina deild lögfræðingar sem fyrir gegnum þetta en ef ég og þú ætlum að reyna að sprotast eitthvað við erum ekki gefnu að vera bara með einn lögfræðing hérna á 40 skall á tíman við að vinna í þessu, ég meina við erum bara að reyna að búa til verðmæti og það er nákvæmlega sama með veiðilega gjaldið að sú skattlagning ítur undir það færri sé að veiða á þessu stærri fyrirtæki og ég segi ekki að því að ef við förum inn í Evrópusandið mun stórútgerðin tapa því? Nei. Það mun stórgræða. Hún mun stórgræða, ég meina við erum núna með lokaðan klúbb þannig að það er bara Íslendingar sem er að kaupa en eigunir sem eru, þú veist, einhverja fjölskyldur og lífeyrissjóðnir, þeim munum fá miklu hærri verð og auðvitað verður miklu meiri freistnivandi líka fyrir litlu og meðastóru fyrirtækin að losa svo út ef við förum inn í Evrópusand. Er þessi ríkisstjórn ekki búin að gera nóg fyrir stórútgerðina? Mér finnst þau bara alveg búin að gera nóg. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo að þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust eða þá einfallega vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig að þú þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin. Þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Og þegar kemur að launavísitölunni það vita allir hvað afleiðingar hefur og nú er sko mikil umræða Bretland og stöðuna þar sem mjög alvarleg. Þeir að vísu eru búin að vera meiri hagvöxt heldur en Þýskaland og Frakkland frá þeir fór út. Enginn að tala hvað mistök Þýskaland og Frakkland voru með því að vera inn. Þetta eru allt efnahagskerfi sem að bara standa, ég held að kurteisori sé mjög miklar áskorunir. Og eitt er það sem búið að gerast, í það mista í Bretlandi, það eru auðveldast að fylgdast með málum þar, er það að þeir settu svona launavísitala og það borgar sig ekki að vinna. Og nú viljum við gera vel við þá sem að lenda af einhverju ástæðum og velja sér það ekki að þurfa að vera á bótum vegna þess að geta ekki unnið. En ef þú býr til þann hvata að það sé best að vera þar en ekki láglaunastörfunum, þar sem hún byrjar, þá lendir viðkomandi þjóðfélagi vandræðum. Og það er alveg ljóst og það er það sem fjármálaráð bendir á og reyndar að þannig þú skoðar umsagnir aðilar að þá bara eru ótrúlegust aðilar sem að gæta hagsmuna þess sem að minnst hafa sín sem voru ekki að mæla með þessu. Ef þú ætlar að hjálpa þeim sem minnst hafa sín þá gerur ekki svona almennt sem áhrif á 30% af fjárlögunum og það er ekki þjóðfélag og þetta snýr ekki bara þessu, þetta er líka þegar það kemur að skattkerfinu okkar. Það verður að borga sig að vinna, það verður að borga sig að leggja mikið á sig, það verður að borga sig að vera duglegur og það því miður að eins og fjármálaráð bendir á og margir aðrir að þá eru þetta aðgerðir sem að fara í þveröfu átt og það mun koma okkur í vandræði. En aðalatir er þetta. Mér er slétt þessa hagsmunara. Þú veist, ok, við viljum allt er best og allt það, skilur, en þeir bara geta haft alla sína skoðanir. Við þurfum að hugsa komandi kynslóðir. Og ég nefndi þetta 2 dæmi á, ég get miklu fleiri. Það sem munaði öllu fyrir okkur að hafa völdin í okkar höndum. Og ætlum við að taka þessi völd frá þessu unga fólki. Já, og ef að þú segir réttilega, heyrðu, ég vil fá vita, já, sjálfsagt, þú ert með bók hérna sem meðal hann segir það, þetta er ekki allir sem lesa þessa bók, en ef við viljum taka alveg umræða sem ég hvet til, bæði hvort við verum innan þetta, Evrópusambandsins, varðandi gjaldmiðlamálin, þá skulum líka vinna með þeim hætti að við séum með einhver trúverðu gögn sem ekki hafa komið fram, sem getur verið grunnur að umræðinni. Já, það er líka annað í þessu sem kannski kemur hans meira inn á svona skamtíma söguna að segja það sem er búið að gerast núna fyrir ekki svo löngu. Það er eitt sem hefur truflað mig út af því að nú til ég mig þekkja húsnæðismarkaðinn ágætlega og ég fjalla mikið hann að það er þetta með hérna lægri vexti og ég var reyna með Snærós Indradóttur þar sem við vorum einmitt að ræða þessi mál þar sem hún sagði að þeir sem hefðu tapað mest á krónunni undanfarin ár hafi þeir sem hefðu endur fjármagnað lánið sitt í COVID. Hvernig hún fær það út, veit ég ekki alveg, en það er í þessu sko að það sem að
þriðja breyta kemur inn á og hefur áhrif á framboða eftirspurn húsnæðis að þá það annarkvort eins og COVID þar sem að stýrivextir lækkuðu mjög hratt. Við erum í rauninni bara með prototípu af því hvernig þessi hugmynd virkar hjá þeim sem tala fyrir aðild og jafnvel segja að sko, strax og við myndum bara segja já við þessu þá fara stýrivextir að lækka út af því að þá fara einhvern veginn verðbólgu væntingar ég sá útreikningur finnst mér ekki halda vatni en ok, segjum svo að það sé rétt ef að stýrivextir og vextir fara að verða miklu ákjósanlegri hér á landi strax í kjölfarið á því að við verðum að fara mögulega að ganga þannig inn þeir eru oft með þriðju breytu sem hefur áhrif á frambúð eftirspurn að þá gerir það að verkum að eftirspurn helst svo sama frambúði helst það sama en aftur á móti aðgengi að lánsfjármagni orðið miklu meira það hefur þau áhrif að þeir sem eru ekki komnir í íbúð sem náttúrulega fólki sem var kastað undir vagnina í COVID að mínum mati þeir eru ekki að fara að komast inn á húsnæðismarkaði og jafnvel ef þá segir fólk við mig já nei sko það sem áhrifin verða sko að já það getur orðið einhver svona skörp hækkun á öllu húsnæðisverði en þá eru við allt í unni komin í stöðugra umhverfi og ég segi á móti, ok, við erum þá kannski komin í stöðugra umhverfi, ég ekki alveg sammála því, en ok, höldum þessari breytu bara fastri, við erum komin í stöðugra umhverfi. Heldur þú að með að við framboðshlutfall og eftirspurnarhlutfall, að þegar þessi hækkun búin að vera keyrð inn og þá með viðeigandi spákaupmennsku, þar sem að fólk að keppast sömu eignunar með meira aðgengi að lánsfjármagni og þar alveg hækkar að gríðarlega fasteignaverð, þá erum við allt í einu komið með sömu breytur. Þá erum við komið með sama húsnæðismarkað sömu fyrirmæli á því hvernig þú getur agað þínum lánsveitingamálum og þá erum við komin á sama stað nema með miklu hærra verð. Hvað þýðir þetta fyrir fólki sem ekki nú þegar komið inn húsnæðismarkaðin? Og þessi breyta hefur bara ekkert verið rædd. Það bara, nei, við ætlum að kasta þeim sem ekki komin inn húsnæðismarkað undir vagnin svo að skammtíma hagnaður þeirra sem eru búnir að koma svona á fasteignamarkaðin sé fyrir hendi. Það alltaf svona einhver mím núna fólk sem í kringum 70 að selja fasteignir sem keypt á 2 milljónir ég meina, þú ert að fara að keyra þessa þróun miklu lengur upp á því Nei, menn þetta ekki rosalega flókið þú að taka við sko, frambúð eftirspurn við erum búin að vera í 15 ár, ertu búin að vera með vinstri meirihluta undir forystu Samfylkingarinnar í Reykjavík sem bara hafði að markmiði að byggja bara dýrt án bílastæða hvernig átt ungt fólk að komast inn á það ef við myndum fara á morgun og það skiptir ekki máli inn utan Evrópusambandsins, það fjölga ekkit lóðunum í Reykjavík. Það eru 8.000 mann sem búa á Akranesi, búa að fjölga gríðarlega, það er fleiri núna sem búa þar heldur en á Vestfjörðum öllum. Ef að menn hefur byggt Kjalanesið, ódýrar íbúðir, hvað áhrif það? Það er náttúrulega ekki hækka verið, það er lækka það. Þú veist, sveitafjörlögin og þess til við Reykjavík hefur bara mest með þetta að segja. Og ég veit ekki alveg, sko, auðvitað þannig að maður vill að eitthvað geri sem bara lægi allt en það ekki þannig og á hverju eru þjóðir með sjálfstæða gjaldmiðlar ekki 120 og 140 gjaldmiðlar í heiminum og það bara vegna að þetta eru kostur og galla við allt saman ef við förum inn í myntbandalag eða tökum aðra mynt nú þá þýðir það þegar kemur brotsjór eða sveiflur og það eru öðru sem sveiflu í okkur heldur annars það, við vitum það nú þá kemur það niður annarkvort þurfa stjórnvöld að lækka laun eða aðilega vinnumarkaðarins eða atvinnuleysi. Það bara þannig. Og mun það ekki hafa áhrif á neitt? Jú, það mun hafa sérstaklega áhrif á unga fólkið og það sjáum við náttúrulega í Evrópu. Og ég skil ekki alveg, það þannig núna, sko ef við lítum bara á prósentnar, þá eigum við miklu meira, heldur flestir ekki allir á húsnæði. Það er 80%. Það ótrúlega hátt hlutfall. En við erum ekki að gera unga fólki nauðvelt fyrir. Við finnst mér vera mannrækja það þegar kemur á húsnæðismálunum en það bara áskorun sem við verðum að taka og getum tekið á en sko, þú veist, það þannig ef að þú ferð í höfuborgir Evrópu að bara unga fólki bara kaupa sér ódýrar íbúðir í miðborgum þú veist, þó svo með lága vexti og heimilisleysi og annað sko, þetta eitthvað sem að Sólveig Anna var að mynda að segja við Gunnar Smára sko, hann var að reyna á þessar hugmyndir hennar og hún var bara, heyrðu, þú veist, ég hef farið til Evrópu sko, ég hef séð hvernig fyrirkomulagið ég hef séð hvaða þýðir að fólk atvinnulaust, ég hef séð hvaða þýðir að fólk hefur ekki húsakost og þá talaðum já nei sko, leigumarkaðurinn svo heyrðu, ég tel að bara vera mikinn árangur að við séum með svona hátt séreignarhlutfall
Hún vil séreignarstefnu en hún segir að ég tekið þessu umræðu hérna á samstöðinu, hún segir að þú verður að vera raunhæfur, þú veist, þannig að það verður að vera þannig að fólki á mínu launum geti keypta og mér finnst það bara alveg legit, þannig þá erum við að leysa einhvern vanda en álgast lausnina í því. Gætu byrja alveg að hefðu opinbera sé ekki að taka 30% startgjald á öllum í íbúðuhúsnæði og kalla það innviðagjöld að nota svo í eitthvað annað? Já, nákvæmlega. Það fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuð með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég gríðarlega ánægður með það. Og bara, þú veist, Reykjavík hefur bara verið gríðarlega stór þáttur í verðbólgu á Íslandi. Það bara liggur fyrir og það undir forystu samfélkingarnar. En þeir sem að hagnast á þessu, tala tækifæri, að það verða nokkur 100 manns sem verða Íslendingar sem verða að vinna í Brussel. Það bara þannig. Og það gríðarlegu freistnimandi fyrir marga vegna þess að þetta eru bara fín laun, náttúrulega allt aðrir og lægri skattar heldur við Það ekki skattfrjálst? Nei, það ekki alveg skattfrjálst og svo ertu með fáum stöðum. Það einhver eða ekki? Já, þetta stærsta utanríkisþjónustu í heimi í Evrópusambandsins, 140 sendiráð, engin veit nákvæmlega hvað þau eru að gera og svo ertu með lífeyrisréttindi sem eru tryggð, mjög góð. Þetta en almenningur borga fyrir þetta, við munum alltaf borga með okkur í þennan pakka, nema allt væri bara, ég veit ekki hvert hérna sko. Já, ég ætla ekki að vera dickhead sko, en ég held að sé alveg einhverjir í já til að sjá þetta. Já, ég meina það freistnivandi og ég meina stjórnmál, sko, ef einhverstaðar samtrynging stjórnmálamann og embættismanna, þá það í Brussel og þú, sko, fáránleiki þarna svo ótrúlegur og bara eitt dæmi, eins og ég segi stundum með Strasbourg. Þú með, og ég búin að segja nokkur söguna frá því þegar ég var í Evrópuþinginu og sá kassana og kassi og svona stærð við þetta borð fyrir fram á hvern ESB-þingmann og ég skrifstofurnar og ég bara, hvað þetta? Já, þetta eru kassarnir sem fyrir með til Strasbourg, já, fyrir með einu sinni á mánuði með allt þingið til Strasbourg. Já, ok, og hvað seti ég þessa risa kassa? Já, sko, þeir voru komið sko áður en tölvuna komið, þetta var bara pappír og svona, og byrju, setja ég pappir? Nei, við bara fyrir með tölvunar og bara setja ekkert í það. Nei, eða svo var einn þarna sem var svo asnald af ekkert, þannig að setja alltaf eitt skópar sko og svo eru bara heilu vöruflutningalestirnar sem keyra með þetta á hverju mánuði fram og tilbaka með tóma kassa. Kostnaði við að hafa Strasbourg gangandi sem geggjasvæði, ég verið þar líka, það miklu flottara, það mjög flott í Brussel, en miklu flottara þar. Þetta eru 17 milljarðar á ári, 17 milljarðar og ef þeir myndu leysa þetta upp og selja eigninnar, þá getur við spara svo 900 milljarðar eitthvað sko. Og þetta munu Íslendingar borga fyrir. Já, það reyndar eitthvað sem að kannski ljúkum á því og það við ætlum alltaf upphaflega líka að ræða þetta, var svona praktískt eðli hérna Evrópusambandsins sem að, eins og segi, eftir að hafa kíkt í pakkan, að þá það svona svolítið sérkærlegt og þetta byggir líka svolítið svona einkennilegur út að ég ætla að vera rosalega mikill jámaður. Ég pínu erfitt með þeim í þessu sko, út af því að ég skil bara sætu við borðið, koma að hérna borðinu fyrr og ég skil líka bara út af því að sumir eru bara að selja það ágætlega þáttur það ég til að segja ekki rétt það að fáum lægra vexti og fleira þar. En við förum aðeins yfir sætu við borðið, við fórum ekkert yfir það. Ok. Þannig að sko, við fáum einn í dómstólinn. Hann má ekki hugsa okkar hagsmunum, hann dæma eftir hagsmunum ESB. Við fáum einn í framkvæmdastjórnina, hann má ekki huga hagsmunum Íslands, hann huga hagsmunum ESB. Við fáum einn í ráðherraráðið, og hann ekki, það ekki einn ráðherra, eitt atkvæði. Það atkvæðavægi fyrir eftir hvað eru margir sem búa í viðkomandi landi. Þannig að þjóðverðarnir með 80 milljónir og við erum með 400.000. Svo farið 6 þingmann á 720. Þingmenni mega ekki komið frumvörp og svo kýst alveg, ég meina við kjósum einhver ESB sinna inn og svo framvegis og meina þarna þetta er svona eins og Grenivík á Íslandi í Evrópusambandinu. Þeir að vísu engan þingmann, ef að vísu einn alveg frábær þingmaður Þórir Ingi Pétursson sem býr þarna í nágrenninu sko.
hann aldrei, eins og ef við verðum 63 þá myndum við nú ekki ná heilum sko. en Tóti frábær sko, hann aldrei að fara að stýra öllu þinginu sko. Og við þurfum að eiga við í öllum málaflokkum og bara þurfum að gæta hagsmuna okkar og menn alltaf að valda sig. Austurríki mjög mikið í sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Austurríki þeir ekki með sjó sko. Og af hverju? Það bara til að skapa sér stöðu. Þegar komið hérna fundin sem bændarsendingi voru, þá komið hérna fulltrúi á Norðurlandunum og bara til að setja í samhengi. Sænski fulltrúin sagði að því að það fara völdin í landbúnaði, fara frá Íslandi og í þess stilvið frá Stökkum til Brussel. Þið verðið bæði þegar þið sækjum og líka þegar þið þarna eru komnið, þá verðið að hafa fulltrúa á svæðinu. Og þetta gekk ekki alveg nógu vel hjá okkur. Við vorum með 15 bara bændarsamtöngin sænska og í Brussel þegar voru sækjum. Í íslenska sendiráðinu í Brussel sem stærsta sendiráðið, það eru 18 stöðugildi. Og sko vinnan við að halda sko, að því út alltaf í vörninni og svo þannig náttúrulega því þú verður að verjast í þessu og segjum að og því að hann sagði þarna líka, þetta var bara svo lýsandi, þið verði að ná góðum tengslum, fólki ykkar verður að kynnast frökkunum og þessum og hinnum og mynda bandalög og allt þetta er risa vinna, en svo alltaf líka segjum bara að ef þú ert að geta hagsmuna bændar og þú nær sami frökkunum og segir, við verðum að fá þetta hérna í gegn og hann segir, já ég skal stíða því en þú þá að stíða það sem ég með sem algjörlega galið sko. Veist, svona gerast kaupin á eyrinni. Þetta ekki sæti við borðið. Þetta fer úr því að við erum með borðið yfir í það að við erum bara hérna sko í risa geimi og að reyna svona aðeins að ná einhverju fram. Við erum ekki að fara að stjórna Evrópusambandið. Það bara ekki þannig. Og þeir sem að stýra mest í Evrópusambandinu eru embættismenn, ég veit ekki nöfn á þeim, þú veist ekki heldur. Við erum aldrei geta kosið út og við erum aldrei geta kosið neina inn. Það 100%. Og ýmislegt má segja okkur stjórnmálamenn eins og gengur og allt í lagi, en við núna bara getum kosið okkur út. Eða líst ekki að stjórnmálamenn þá kýstu bara einhvern annan. Þarna, og ég ætla að setja eitt dæmi svo lokin, að því þetta var svo ljóslegandi fyrir mér því að svo ungu maður var í Bretland og hitti breskan þingmann sem einn af fáum sem áhuga sjávarútvegsmálum því það almennt ekki stór mál. Og hann sagði, ungi maður, veistu hvað það versta við í Evrópusambandinu? Ég sagði, nei, ég veit það ekki. Hann sagði, þegar kjósendur mínu koma til mín og að kvartna sjávarútvegsmálum, þá segi, ekki tala við mig, talaði við Evrópuþingmann. Því að við á breska þinginu ræðum ekki ykkur, að því við höfum ekkert með þetta að segja. Og þetta bara, ég meina viðskiptamál, það ekkert smá mál að við höfum bara ekkert þau að segja. Menn tala, já, Kínasamningurinn, Kínasamningurinn nú bara við erum að nýta hann og bara frábært í össur að gera hann. Svo við viðskiptasamningu Færeyjar, einir þjóða, Hoyvíkursamning, og það bara nýst okkur mjög vel. Svo allir EFTA-samningarnir, þannig við stöndum mjög vel að við hvað þetta varðar. Og í EFTA, þá það þannig að öll löndin eru saman, sko, Svissararnir og Liechtensteinarnir að koma sínum iðnaðarvörum út og við sjávarútveginn, svo einfalda. En svo erum við vörninni í landbúnaðinum. Við erum okkar litla landbúnað, allir þó með litla landbúnað. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi svona ótrúlega gott Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Við verðum ekkert þarna í þessari stöðu fyrir minn og nú geti við höfum enga stýringu á viðskiptamálunum og auðvitað eru aðrir hagsmunir. Sko, í Brussel eru fjölmennustu lobbyhópar eða sérstaklega skrifstofunar í heimi og við erum ekki að fara að stýra þeim og þau eru að gæta annar hagsmun okkur og nú geti einhver sagt, heyrðu, það legit, algjörlega en ég bara ekki hrifinn af því að vera með þess að háu tollvernd fyrir að litla landbúna. Breytum við því bara. Fyrir bara þingi og bara greiðum atkvæði. Verður þú til í það? Að fella niður tollvernd á Íslandi? Mér finnst nú sko þegar við erum að semja
að þá mér finnst vera munur á verksmiðjubúskap og þessum hefðbundna. Ég held að sé mjög erfitt að halda norðurslóða landbúnaði í fullri samkeppni við svæði sem að launakostnaðurinn nær engin og mér finnst að það vera svona útgangspunkturinn. En mér finnst ekki að sama eiga við verksmiðjubúskapinn og í því eru sóknarfæri að menn vilja nýta það. Já. Þannig að það svona, mér finnst að, og ef við ætlum okkur það ætlum að lækka matarkostnað, bara lækka verða próteini og þá tökum við þetta niður tollvendina á svínum og kjúklingum. Það liggur alveg fyrir. En við getum gert það sjálf. Ef við ætlum að lækka matvælaverð, þá fer ekki inn í Evrópusambandi. Þú semur önnur svæði þar sem að verðið lægra ef að það það sem þú vilt gera sko. Já. Við verðum að ljúka þessu. Ég þarf að hlaða kamerun út að ég live aftur og eftir rétt rúman klukkutíma. Þessi þættir núna verða allir í beinni núna út vikuna og verða ekki læstir út af því að það náttúrulega koma öllu þessu efni út sem ég verður mjög mikið en einpæling.is ef þú vilt fá þessa þætti án auglýsinga og svo náttúrulega í kjölfarið. Það núna díll þangað til rétt eftir kosningar. Þá getur þú tryggt áskrift á einpæling.is og þá getur þú fengið þetta á ódýrari kjörum, annars mun þetta hækka núna í byrjun september. Guðlaugur Þór, takk æðislega fyrir að koma, þetta var mjög skemmtilegt. Við eins og vanalega fórum við ekki yfir allt eins og við ætlum að gera. En það góðs viti, það betra heldur en að dæla út efninu áður en að klára. Gangi þér vel og hafa það gott. Takk sömuleiðis.